Þriðja liður á dagskrá sem tillaga Sjálfstæðisflokksins frestun framkvæmdaleyfis vegna áhrifa á flugbraut 0624 og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Borgarfulltrúar. Ég kominn hérna upp til þess að tala fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og ég ætla að byrja því að lesa hana, ekki síst fyrir þá sem hugsanlega að fylgjast með þessum fundi í gegnum tölvurnar sínar heima fyrir eða í vinnu og tillagan hljóðar svo, með leyfi forseta. Innanríkisráðuneytið hefur með bréfi dagsettu 17. apríl síðastliðinn skorað á Reykjavíkurborg að virða gildandi skipulagsreglur og stjórnsýslu meðferð. Bendir á að uppbygging á valsvæðinu sé óheimil með vísan til laga loftferðir. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að framkvæmdaleyfi á svæði valsmanna við Hlíðarenda verði dregið tilbaka tímabundið eða þar til þeir fyrirvarar sem ráðuneytið tilgreinir hafa verið uppfylltir en þeir eru að Samgöngustofa hafi lokið umfjöllun sinni möguleg áhrif lokunar flugbrautar 0624 og að verkefnastjórn könnun á flugvallarkostum svokölluð rögnunefnd hefur lokið störfum. Jafnframt því beint til Samgöngustofu og rögnunefndar að flýta sínum störfum. Þessi tillaga, hún lögð fram eins og fram kemur í henni vegna bréfs sem að Reykjavíkurborg hefur borist frá innanríkisráðuneytinu, undirritað af ráðherra Ólafur Nordal og ráðuneytisstjóra Ragnhildi Hjaltadóttur. Þetta bréf sem sagt dagsett 17. apríl. Það skráð hér inn í skjalasafn 20. apríl og síðan lagt fram í borgarráði 10 dögum síðar og þá frestað. Og það verður svo sem að segja að af þessum að sjá að það ekki eins og mönnum liggi mikið á að bregðast við þessu bréfi. Málinu frestað til að skoða það eitthvað frekar og við erum nú komið hérna fram í 5. maí og enn ekkert lagt fram sem bendir til þess eða vísbendingar það með hvaða hætti á að bregðast við bréfi sem þessu. Bréfið mjög skýrt. Það bara segir hreinlega að Reykjavíkurborg sé að vinna í andstöðu við lög, loftferðalög svokölluð, eða lög loftferðir. Og það þetta gengur ekki og þetta geta maður kannski þrátt með einhverjum hætti en það minnsta kosti algjörlega óviðunandi Reykjavíkurborg skuli ekki hafa lagt fram einhverjar röksemdir, einhverja sín og skoðun í þessu máli. Nema þá að það bara komið fram hér á þessum fundi einhver skilaboð það með hvaða hætti á að bregðast við þessu. Ég vil benda á það að þetta svona, þessi tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í samræmi við tillögur þær sem við höfum verið að flytja þetta mál fram til þessa, þar sem við höfum einmitt bent á það að það eiginlega ekki hægt að fara að takmarka með einhverjum hætti flugöryggi þegar ekki liggur fyrir ýmislegt eins og til dæmis áhættumat sem hefur reyndar verið misskilið því miður af Reykjavíkurborg eða af embættismenn Reykjavíkurborgar sem einhvers konar nýtingarhlutfall og þar með að vera með óafturkræfum hætti búin að útiloka það að flugvöllurinn nýtist þannig með þeim öruggasta hætti sem að kostur Ég tel nú ekki ástæðu til að fara mikið ofan í þetta mál, það hefur hlotið talsverð umfjöllun bæði hér og í fjölmiðlum, en þá náttúrulega nauðsynlegt að minnast á það og eðlilegt að minnast á það hér úr ræðustól að gerð var skoðanakönnun sem að birtist í fjölmiðlum núna í morgun að ég held, að þar sem að í ljós kemur að 78% þeirra aðspurðra í könnuninni voru andvíg því að svokölluð neyðarbraut, þessi 0624, norðaustur-suðvesturbrautin, að henni verði lokað. Og það kemur jafnframt fram í þessari skoðanakönnun að 68% Reykvíkinga eru þessara sömu skoðunar. Það sem sagt mikill meiri hluti fólk sem þeirra skoðunar að ekki sé hægt og ekki sé ráðlegt að loka braut sem að hefur svona mikið gildi þegar að mest ríður á, þegar vindar eru válir, þegar að erfitt lendingar og þá svona þessi braut einu möguleikinn til þess að koma niður vélum hér á Reykjavíkur flugvelli. Engin slík braut, sambærileg braut til dæmis að engar slíka braut að finna í Keflavík. Þetta nú svona kannski skoðanakönnun sem ætti nú ekki að koma mikið óvart. Margir þeirra skoðunar flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrin, að neyðarbrautin sé ekki nauðsynleg.
Ég held að það sé ekki búið að svara því með þeim hætti að það sé hægt að taka slíka afstöðu, því að ennþá vantar ákveðnar upplýsingar til að styðja það. Ég er þeirrar skoðunar að það sé öruggara og það sé ábyrgara að við höldum í þessa braut og séum ekki að rása ráð fram. Nú er það svo að það er í gangi rögnunefndinni sem minntist á áðan og það veit svo til að í henni eru 4 menn og einn af þeim er borgarstjórinn hér í Reykjavík. Sem er í sjálfu sér svolítið merkilegt vegna þess að það er auðvitað pólitísk stefna sem að setti fram í aðalskipulagi Reykjavíkur sem að borgarstjórinn hefur staðið að, þar sem að gert ráð fyrir því að flugvöllurinn fari. Bara í heild sinni og uppbygging Reykjavík í framtíðinni muni verða inn á flugvallarsvæðinu. Og þá nú svona fátt vik og lítið svigrúm ef að menn fari í slíka nefnd og eru með aðalskipulagi fyrir fram að sig sem er svona þeirra helsta pólitíska stefnumarkandi plagg. Þannig að ég sé nú ekki alveg hvernig rögnunefndin ætlar að skila af sér, en hún er búin að taka að mínu viti allt á langan tíma. Hún átti að skila af sér síðustu áramót og hefur ekki tekið stað. Hún var sett á stofn 25. október 2013 og hefur þess vegna að mínu viti haft talsverðan tíma til þess að vinna sína vinnu. En svona er staðan og hún hefur óskað eftir því, sem sagt formaður nefndarinnar hefur óskað eftir því fyrir hönd nefndarinnar náttúrulega, að fá að skila af sér vonandi 1. júní, það er einhver dagsetning sem ég sá einhvers þar og það getur verið að það verði þá, en það er auðvitað nokkuð seint. Það er svo vinna sem er hafin á Hlíðarenda inn á svæði Valsmannara er auðvitað óafturkræf og það er auðvitað ekkert auðvelt að segja já nú er rétt að hinkra aðeins við, það er ekki nema kannski svona 3 vikur í það að við fáum niðurstöðu rögnunefndar. Nema náttúrulega að borgarstjóri sé hérna með einhverjar nýjar upplýsingar sem að væri það fróðlegt að fá að heyra og ég óska eftir því að hann tjái sig eitthvað það og segja eitthvað það. Við höfum hins vegar til dæmis 17. febrúar sem ég var að byrja að segja áðan flutt svona tillögur sem að eru með svona sama hætti þó að tilefni núna sé mjög skýrt. Við til dæmis 17. febrúar lögðum fram svofelldar tillögu, lagt til að öllum ákvörðunum sem haft geta áhrif á framtíð Reykjavíkurflugvallar, öryggi hans og nýting verði frestað þar til nefnd sem hefur það verkefni að fjalla framtíða staðsetningu flugvallarins, svokölluð rögnunefnd, hefur skilað niðurstöðum sínum, þetta sé með leyfi forseta, og það er náttúrulega, ætti nú ekki að koma neinum á óvart og kannski einhverju sér einu sem muna það að þessi tillaga var felld með stæl 9 á móti 6. Þannig að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma bókuðu með svipuðum hætti að með leyfi forseta borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn deiliskipulagi Hlíðarenda þann 15. nóvember 2014 og gerðu þá skýra grein fyrir atkvæðum sínum með ítarlegum bókunum. Með sama hætti afgreiddu borgarfulltrúar þessa sama flokks deiliskipulagið í borgarstjórn 2. desember síðastliðinn. Afstaða borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er enn óbreytt varðandi það að rögnunefndin svokallaða þarf að ljúka störfum áður en breytingar eru gerðar varðandi Reykjavíkurflugvöll. Nú hafa menn haldið því fram að þessar fyrstu framkvæmdir inn á valsvæðinu sem er áfangi 1 og byggingarsvæði D svokallað, sem ég er ekki með að margir átti sig á hvað þýði. En engu að síður er það svona fyrstu skrefin í því að vinna samkvæmt í deiliskipulagi sem þær eru í gildi, sem ég var að lýsa hér áðan við samþykktum ekki. Og það er nú svona að þegar menn eru að byrja þá auðvitað er eitthvað að framhalda af því og furðuleg röksemdafærsla sem að hyrst hefur að þetta hafi nú engin áhrif og þetta sé nú bara rétt byrjunin og þetta sé nú engin ástæða til þess að áhyggjur af þessu. Þannig verður að reisa til dæmis 5 hæða byggingu á hinn svokallaða D-reit og þeir sem að horfa nú á byggingaframkvæmdi vita það að slíkum framkvæmdi fylgja miklu byggingakranar sem náðu þetta langt upp fyrir hæðir húsana. Og það er nú ekki líklegt að það verði auðvelt að nýta flugbrautina, þessa braut 0624 eða neyðabrautin eins og hún hefur verið kölluð, þegar að þetta svæði er farið að verða einhver skógur af byggingakrönum, hversu langt frá flugbrautinu sjálfur sem að þær byggingar verða. Þannig að ég legg þessa tillögu hér fram. Ég auðvitað vonast til þess að menn taki hana alvarlega. Ég vona að menn taki bréf ráðherra alvarlega þar sem að tekið er mjög sterkt til orða. Ég vil minna það að ráðherra, innanríkisráðherra skrifaði svipað bréf til, ef ég man rétt, til Isavia þar sem að einmitt var
mjög undirstrikað að ekki ætti að gera neina þær aðgerðir í nágrenni við flugvöllinn sem gæti haft áhrif á öryggi hans eða breytt einhverjum hætti því að hægt verði að nýta áfram flugbrautina 064. Þannig að þetta ætti allt saman að liggja mjög skýrt fyrir hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, fyrir liggur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frestun framkvæmdaleyfis vegna áhrifa af flugbraut 0624 og það vísað í bréf innanríkisráðherra. Eins og margítrekað hefur komið fram á borgarstjórnarfundum og í ráðum þar sem að flugvöllurinn hefur verið til umræðu, að þá leggjumst við í Framsóknar flugvallarvinnu gegn öllum breytingum sem að snerta Reykjavíkurflugvöll sem miða að því að tryggja ekki nægilega vel flugöryggi og öllum ákvörðunum sem lúta að því að loka svokallaðri neyðarbraut eða flugbraut 0624. Í raun tillaga Sjálfstæðismanna tvíþætt. Það annars vegar frestun framkvæmdaleyfis vegna áhrifa af flugbraut 0624 sem að við auðvitað samþykjum og hins vegar afturköllun á því framkvæmdaleyfi sem þegar hefur verið veitt á þeim grunni sem að vísa til í bréfi innanríkisráðherra til borgarstjóra. Hins vegar hefur komið fram hjá meirihluta borgarstjórnar og borgarstjóra að framkvæmdaleyfið sem hefur verið gefið út á valdsvæðinu sé ekki á því svæði sem að teppir aðflugið að flugbrautum Reykjavíkurflugvallar og þar með talið svokallari neyðarbraut heldur sé að ræða undirbúningsframkvæmdir vegna byggingarreita utan fluglínu. Þetta hefur verið sagt af hálfu meirihlutans og borgarstjóra en hins vegar eins og kemur fram í bréfi innanríkisráðherra til borgarstjóra 17. apríl með leyfi forseta, ljóst að framangreindar framkvæmdir sem framkvæmdaraðili hefur nú byrjað á eru undanfari frekari uppbyggingar og byggingarframkvæmd á svæðinu sem ekki getur orðið af að óbreyttum skipulagsreglum Reykjavíkurflugvallar, tilvitnun lýkur. Það liggur alveg ljóst fyrir að vilja og stefnu meirihluta borgarstjórnar að koma svokallari neyðarbraut í burtu enda var deiliskipulag þess efnis samþykkt á fundi borgarstjórnar 1. apríl 2014 og þar af leiðandi voru svörin við athugasemdunum sem bárust við breytingar og deiliskipulagi Hlíðarenda þær sem vörðuðu umrædda neyðarbraut að umrædd braut væri ekki lengur á skipulagi. Og það með þetta mál eins og svo mörg önnur svo maður hugsi bara til ferðaþjónustu fatlaðra og Reykjavíkurhúsanna að meirihlutinn byrjar á öfugum enda. Það byrjað á því að láta eins og umrædd flugbraut sé bara ekki lengur til staðar og hefja framkvæmdir þrátt fyrir það. Það með pennastriki strokið út umrædd flugbraut án þess að það liggur fyrir afstaða Samgöngustofu til lokunarinnar. Það ekki búið að klára áhættumatið Isavia sem hefur nú hingað til ekki sýnt fram á það að hún sé hliðholl því að halda svokallinni neyðarbraut á þeim stað, var ekki sammála þeirri áhættumatsnefnd sem hún skipaði í ársbyrjun 2014, þannig hún fékk sér nýja aðila til þess að finna út aðra forsendur og eins og margítrekað hefur komið fram ekki allar forsendur reiknaðar út í þessum skýrslum EFLU sem eru grundvöllur áhættumatsins sem inni á Samgöngustofu til yfirferðar. Þannig að ljóst að það verið að byrja á öfugum enda
það liggur ekki enn fyrir útreiknaðar niðurstöður áhrifin. Burt sé líka frá öllum útreikningum, hvernig sem þeir eru, að þá vitum við það öll að það er staðreynd að veðurfar hefur verið slíkt hér í vetur að það hefur verið ítrekað ekki verið hægt að lenda á hinum 2 flugbrautunum. Þetta ætti hver og einn að geta áttað sig á, hvort sem hann er með eða á móti Reykjavíkurflugvelli, að þetta mun skerða flugöryggi og sjúkraflug. Og ég held að það sé alveg ljóst að það er í algjörum forgangi að líta til þess af okkar hálfu. Það liggur alveg ljóst fyrir að þetta mál er fyrir löngu komið úr höndum borgarstjórnar vegna þess að meirihlutinn ræður og meirihlutinn er löngu búinn að taka ákvörðun. Þannig ákvörðunarvaldið er núna annars staðar heldur en hér. En við munum að sjálfsögðu greiða atkvæði með tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og við tökum undir áskorun innanríkisráðherra að Reykjavíkurborg virði gildandi skipulagsreglur og þá stjórnsýslumeðferð sem er í gangi fyrir Samgöngustofu og hvorki verða veitt framkvæmdar né byggingarleyfi á því svæði sem hindrunarfletir að aðflugslínum flugbrautarvallarins eru, þar með talið flugbraut 0624. Eins og ég sagði hér áðan að þá leggjast Framsókn og flugvallavinir gegn öllum ákvörðunum sem lúta að breytingum eða lokun flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli og uppbyggingu á því svæði á Hlíðarenda sem teppir aðflug að flugvellinum. Við ítrekum fyrir bókanir málið, það er að ranglega hafi verið staðið að ákvörðunum deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar að taka flugbraut 0624 skipulagi, en eins og hefur margoft komið hérna fram hjá okkur, að þá voru gerðar breytingar á athugasemdum sem Reykjavíkurborg sendi til Skipulagsstofnunar án þess að þær voru lagðar fram lögum samkvæmt á fundum umhverfis- og skipulagsráðs eða borgarráðs. Bæði varðar uppdrætti og athugasemdir til þeirra sem athugasemdir gerðu og það var ekki einu sinni sendar breyttar athugasemdir. Skipulagið var samþykkt á grundvelli umsagnar sem skipulagsfulltrúi gerði í mars 2014, en umsögnin var breytt í maí 2014 án þess að það var lagt fyrir borgarráð eða umhverfis- og skipulagsráð, sem er ekki í samræmi við lög. Eins og ég hef sagt þá liggur niðurstaða áhættumatsins ekki fyrir né afstaða Samgöngustofu. Rögnunefndin er ennþá á störfum og ég tek undir fyrirspurn borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar til borgarstjóra að hann getur kannski upplýst okkur hér hvað er að gerast hjá Rögnunefndinni og hvenær svars er að vænta. Og ég ítreka það að flugbrautin hefur sýnt gildi sitt ítrekað í vetur. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er til umfjöllunar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem lagt er til að framkvæmdaleyfi á svæði Valsmanna með Hlíðarenda verði dregið til baka tímabundið eða þar til þeir fyrirvara sem innanríkisráðuneytið tilgreinir í bréfi frá 17. apríl 2015 hafi verið uppfylltir. Eina framkvæmdaleyfið sem að Reykjavíkurborg hefur gefið út vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á Hlíðarendasvæðinu var til handa samráðs- og samhæfingarhópi vegna uppbyggingar framkvæmda við Hlíðarenda. Það var gefið út 10. apríl 2015 fyrir vegaframkvæmdum á svæði Valsmanna við Hlíðarenda. Útgáfa framkvæmdaleyfa er ekki pólitísk ákvörðun heldur embættisleg og lýtur sérstökum lögum og það er rétt að hafa það í huga í allri umfjöllun hér.
Fyrrnefndur samráðs- og samhæfingarhópur samanstendur af fulltrúum Reykjavíkurborgar og Valsmanna og umrætt framkvæmdaleyfi var gefið út í samræmi við deiliskipulag fyrir Hlíðarenda sem tók gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda hinn 14. janúar 2014 og hefur lagning vegarins ekki áhrif á hindrunarfleti aðflugslína að flugbrautum flugvallar Reykjavíkurflugvallar. Þetta hefur nú líklega átt að vera 2015 þar sem norðaustu suðvestu flugbraut 0624. Þegar af þessari ástæðu að þetta hefur ekki áhrif á hindrunarfleti aðflugslínana ekki ástæða til að draga tilbaka hvorki tímabundið eða afturkalla umrætt framkvæmdaleyfi, enda það gefið út í samræmi við lagaskyldur Reykjavíkurborgar í þessum efnum og þess utan samræmist leyfi gildandi skipulagsáætlunum Reykjavíkurborgar fyrir Hlíðarendasvæðið og gildandi skipulagsreglum fyrir Reykjavíkurflugvöll. Útgáfa framkvæmdaleyfis stjórnvaldsákvörðun og því fer heimild stjórnvalds til afturköllunar slíkrar ákvörðunar samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993, enda enga afturköllunar heimild að finna í skipulagslögum nr. 123/2010. Í 25. grein stjórnsýslulaga kemur fram að stjórnvaldi sé heimilt að eigin frumkvæði að afturkalla stjórnvaldsákvörðun 1. ef það ekki til skaða fyrir neinn af aðilum máls eða 2. í þeim tilvikum sem ákvörðun ógildanleg. Ef litið til 1. töluliðar 25. greinar þá verður að telja afar líklegt að ef Reykjavíkurborg myndi ákveða afturkalla fyrrnefnt framkvæmdaleyfi sem þegar hefur verið gefið út fyrir vegaframkvæmdum þá myndu Valsmenn hf. Verða fyrir tjóni þar sem félagið þegar farið að nýta sér leyfið. Þar sem ljóst þykir að skilyrði 1. töluliðar 25. greinar stjórnsýslulaga sé ekki fyrir hendi í málinu kemur til skoðunar hvort Reykjavíkurborg sé heimilt að afturkalla veitingu umrædds framkvæmdaleyfis á grundvelli 2. töluliðar 25. greinar eða eftir atvikum samkvæmt ólögfestum meginreglum stjórnsýsluréttar afturköllun. Við mat á því hvort skilyrði afturköllunnar séu fyrir hendi samkvæmt öðrum tölulið kemur til athugunar hvort ákvörðunin sé haldin ógildingar annmarka samkvæmt málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins. Í því tilviki sem hér til umfjöllunar yrði Reykjavíkurborg að leggja réttilega mat á hvort annmarkar hafi verið á ákvörðun veitingu framkvæmdaleyfis og ef svo hefur verið, hvort þeir annmarkar séu þess eðlis að hún teljist ógildanleg. Af þessu leiðir að leggja ber heildstætt mat á þau lagasjónarmið sem lágu til grundvallar fyrir ákvörðun og eðli og tegund þeirra annmarka sem taldir eru verið til staðar til að athuga hvort ákvörðun verði talin ógildanleg í skilningi 2. töluliðar 25. greinar. Fyrir liggur í málinu að umrætt framkvæmdaleyfi var gefið út í fullu samræmi við skipulagsáætlun og ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 með hliðsjón af framangreindu og einnig því að engar forsendur hafa breyst frá því að ákvörðun veitingu leyfisins var tekin verður að telja að ekki hafi verið neinir annmarkar á ákvörðuninni sem leiddu til ógildingar. Þegar af þeirri ástæðu Reykjavíkurborg ekki heimilt að afturkalla ákvörðun veitingu umrædds framkvæmdaleyfis til framkvæmdaraðila. Þá það þessi hugmynd sem í tillögunni felst að draga framkvæmdaleyfi tilbaka tímabundið. Þá rétt að geta þess að það ekki að finna neitt úrræði í lögum sem heimila stjórnvaldi að taka tilbaka stjórnvaldsákvörðun tímabundið. Sveitarfélög eru opinberir aðilar og í störfum sínum bundin af lögmætisreglunni sem felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda skuli almennt eiga sér heimild í lögum. Það leiðir af lögmætisreglunni að það verður að vera ákvæði í lögum sem heimilar stjórnvaldi að taka tímabundið tilbaka stjórnvaldsákvörðun svo stjórnvaldi sé heimilt að taka slíka ákvörðun. Þegar horft til ákvæða annars vegar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem gilda þegar stjórnvöld taka ákvarðanir rétt eða skyldumanna og hins vegar til skipulagslaga nr. 123/2010 sem fjalla meðal annars útgáfu og gildistíma framkvæmdaleyfis ljóst að í hvorugum laganna að finna ákvæði sem heimila stjórnvaldi að draga tímabundið tilbaka stjórnvaldsákvörðun eins og til að borgarstjórnarfulltrúa og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins gerir ráð fyrir að gert sé í tilviki Valsmanna hf. Þegar af þeirri ástæðu Reykjavíkurborg með öllu óheimilt að taka ákvörðun að draga tímabundið tilbaka umrætt framkvæmdaleyfi.
Það þó rétt að halda því til haga í þessu sambandi að framkvæmdaleyfi í eðli sínu tímabundin stjórnvaldsákvörðun í þeim skilningi að hún fellur sjálfkrafa úr gildi hafi leyfishafinn ekki byrjað að nýta sér leyfið innan tiltekins tíma. Þannig fellur framkvæmdaleyfi úr gildi hefist framkvæmdir ekki innan 12 mánaða frá samþykki sveitarstjórnar fyrir veitingu leyfisins, samanber 2. málsgrein 15. grein skipulagslaga. Sveitarstjórn getur einnig fellt framkvæmdaleyfi úr gildi stöðvist framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd í 1 ár eða lengur. Þá hefur sveitarstjórn heimild til að stöðva framkvæmd ef framkvæmdaleyfi brýtur í bága við skipulag eða framkvæmdir í ósamræmi við útgefið framkvæmdaleyfi, samanber 2. málsgrein 53. greina skipulagslaga. Í því tilviki sem hér til umfjöllunar liggur fyrir að umrætt framkvæmdaleyfi fyrir vegaframkvæmdum í fullu samræmi við skipulagsáætlun Reykjavíkurborgar og hlíðarendasvæðinu, þá liggja ekki fyrir upplýsingar annað en að þegar hafin framkvæmd á svæðinu séu samræmi við útgefið framkvæmdaleyfi. Það rétt í þessu sambandi að fjalla stuttlega afleiðingar þess ef sveitarstjórn afturkalla framkvæmdaleyfi með ólögmætum hætti eða dregur að gefa út slíkt leyfi. Þegar þessu máli hefði sannarlega geta reynt á það. Sveitarfélag getur orðið bótaskylt afturkallið að stjórnvaldsákvörðun með ólögmætum hætti. Skilyrði þess að unnt sé að líta svo á að tjón sé að ræða sem aðili á rétt á að fá bætt á grundvelli reglna skaðabótaréttar eru þau að orsakatengsl séu milli saknæmrar og ólögmætra háttsemi starfsmanns stjórnvaldsins og tjón sem aðilinn hefur fært sönnur á að hann hafi orðið fyrir af völdum umræddrar háttsemi. Útgáfa framkvæmdaleyfis telst vera lögbundin stjórnvaldsákvörðun en slíkar ákvarðanir byggjast á fastmótuðum lagaákvæðum og eru því lögbundnar að efni til. Jafnvel þó það kunni að vera matskennt hvaða framkvæmdir skuli teljast meiriháttar framkvæmdir í þeim skilningi að þá séu þær framkvæmdaleyfisskyldar, þá er ákvörðun sveitarstjórnar lögbundin þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að gefa megi út slík leyfi. Af því leiðir að sveitarstjórn ekki einungis heimilt að gefa út slík leyfi heldur henni það skylt. Sveitarstjórn því ekki heimilt að tefja slíka leyfisveitingu með ómálefnalegum eða ólögmætum hætti og kann það að varða sveitarfélag bótaskyldu sýni aðili fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni af þessum völdum. Það svo að endingu rétt að halda því til haga vegna þess sem vísað til í tillögunni og á sér rót í bréfi innanríkisráðuneytisins frá 17. apríl síðastliðinn, þar sem vísað í skipulagsreglur flugvallarins, að í samkomulagi Reykjavíkurborgar ríkisins og Iceland Air Group og tengdu samkomulagi innanríkisráðuneytisins og borgarstjóra sem hvoru tveggja var samþykkt af öllum fulltrúum í borgarráði, þar á meðal Sjálfstæðisflokksins, að þá sérstaklega tekið fram að innanríkisráðuneytinu ber að breyta skipulagsreglum flugvöllinn í kjölfar og samhliða breytingum á deiliskipulagi vallarins og það í samræmi við skilning á efni og innihaldi skipulagsreglna flugvöllinn eins og innanríkisráðuneytið sjálft hefur lagt þar út þegar þær voru settar á sínum tíma. En eins og ég segi þá reynir ekki á það í þessu efni þar sem að eina framkvæmdaleyfi sem Reykjavíkurborg hefur gefið út vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á hlíðarendasvæðinu var til handa verkefninu vegna þessara vegaframkvæmdar sem ekki hefur áhrif á hindrunarfleti. Svo get ég tekið undir það að það ástæða til að hvetja Samgöngustofu til að klára sína umfjöllun öryggisúttektina og auðvitað hefði verið gott ef að Rögnunefndin svokallaða hefði skilað síðastliðin áramót eins og til stóð en það fékkst aukinn frestur til 1. júní og stefnir nefndin að því að klára þá. Það þarf ekki að koma á óvart þegar farið hefur
verið yfir lagaumhverfi framkvæmdaleyfa, útgáfu þeirra og það að það er ekki til fótur fyrir því að draga framkvæmdaleyfi tímabundið til baka, að ég legg til að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði felld. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvað. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Ágætu borgarfulltrúar, forseti. Þetta var nú athyglisverður upplestur hjá borgarstjóra. Vil nú benda borgarstjóra á bara eina setningu hér í því bréfi sem að borist hefur frá innanríkisráðuneyti til borgarinnar og ég var að fjalla hér um. Og svo setning er svona með leyfi forseta. Sú uppbygging sem fyrirhuguð er á svæði valsmanna er innan þess svæði sem skipulagsreglurnar ná til og því óheimilt að reisa mannvirki sem ná upp fyrir þá fleti, samanber málsgrein 59. grein laga, númer 60 frá 1998 loftferðir. Það var sem sagt óheimilt að fara í þessa vegferð. Langur upplestur á lagagreinum og stjórnsýslulögum breytir engu þar og þó að ekki sé að finna neitt í lögum það að veita tímabundið tilbaka stjórnarþaðgerð eins og að veita framkvæmdaleyfi, þá er ekki þar með sagt að það sé ekki heimilt. Ég vil benda borgarstjóra á að hér hafa þegar talið 2 lögfræðingur þetta mál og ég er annar þeirra og þetta bréf er undirritað af 2 lögfræðingum, Ólafur Nordal og Ragnhildi Hjaldadóttur. Og í ráðuneyti, innanríkisráðuneytinu eru fleiri lögfræðingar heldur en í nokkur öðru ráðuneyti og þar á meðal eru helstu sérfræðingar á sviði sveitarstjórnarréttar. Þannig að þessi tillaga okkar er lögð fram ekki bara í góðri trú, heldur í fullri vissu og sú vissa hefur ekki breyst að Reykjavíkurborg ætti nú við þessar aðstæður að endurskoða hug sinn með tilliti til þessarar skýru ábendingar og áskorunar sem borist hefur frá innanríkisráðuneytinu sem er stutt með lagalegum rökum og ég heyri ekkert á máli borgarstjóra sem að breytir því miður. Þannig er staðan og menn verða svolítið að rísa upp úr þessum blessuðu gamaldags skotgröfum og líta til þess að þegar menn gera mistök eins og bersýnilega voru gerð þarna að þá er ekki manna ræð en að draga þau tilbaka. Það getur kostað eitthvað, það er ekki sársaukalust en það er þó rétt, það er þó heiðarlegt og það ætti þá að gerast. Það kemur ekkert og óvart að það standi til að fella tillöguna. Það slæðir ekkert á gleði mína svona almennt af því ég átti ekki vonu öðru. Mér veist eins og að útilokað annað en að benda á að þetta er staðan og Reykjavíkurborg hefur ekki farið að settum reglum né lögum sem að lúta að þessu máli og þá verður að snúa við og taka nýjan kúrs. Þannig að þá bara verður það svo. Meirihlutinn tekur sínar ákvarðanir. Minnihlutinn hins vegar stendur sína vakt, gerir það með þessum hætti og hið sanna kemur þau ljóslátt síðan verði. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og háttvirtur borgarstjóri tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla fyrst og fremst að hnykkja á því að í þessum málum eins og öðrum að þá förum við þetta bæði að lögum og réttri stjórnsýslu. Við höfum gert það og embættismenn okkar varðandi útgáfu þessa framkvæmdaleyfis og munum gera það í framhaldinu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og umræðu lokið og við göngum til atkvæða þennan lið. Ef einhver myndi sækja borgarfulltrúa í salinn. Já, hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókana vegna málsins. Það kemur í ljós. Það
Það verða að sækja borgarfulltrúa. Við bíðum. Þá göngum við til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6 og forseti gerir ráð fyrir bókunum hér frá fulltrúum allra flokka. Þá göngum við til 4. liðar á dagskrá sem er